Jæja, góðan daginn. Þessi litli hundur ætlar að passa þetta hús. Og komið með lyklana að? Við viljum vekja athygli á því að hér er að fara fram uppboð. Við viljum vekja athygli á því að þetta er opinn vettvangur og það er öllum heimilt að koma hérna á uppboðið. Það vekur athygli að ennþá er verið að bjóða upp eignir. Við alltaf viljum fylgjast með þessu hörmungaferli sem eignaupptaka almennings er völdum bankana. Og við höfum náttúrulega ekki umboð eigandans hérna til að koma í veg fyrir uppboð. Þannig að við höfum ekki það áform hér. En okkar hlutverk heimavarnarliðsins er að verja heimili fólks. Sérstaklega gegn útburðin. Gerðarbeiðandi er almenni lífeyrissjóðurinn og gerðarþoli er Sóley Ástudóttir. Fyrir Hafnarfjarðarbæjarmætti Ólafur Rafnsson, fyrir almenna lífeyrissjóðurinn Guðmundur Þór Jónsson ekki mættur Íslandsbanka og gerðarþoli er ekki mættur. Hæsta boðið byrjun uppbóðsvandi almenni lífeyrissjóðurinn, konu 400.000, en nú leita eftir frekari boðum og komið þið fram sem ég segir. Hvað er fulltrúi lífeyrissjóðurinn? Nafn og kennitala? Hann las upp nafnum í staðan. Er ég boð? 2 milljónir fyrir lífeyrissjóð, almenna lífeyrissjóðin. Það er bara 2 milljónir hefði hér í boð. Fram fylking, forðum okkar hættu frá því ræningjar oss vilja ráðast á. Það þarf að selja þetta á 2 milljónir. Það eru 2 milljónir boðnar, hefði hér í boð. Hver býður það? Ég býð boxhanskan aftur og fer fram og hafa verið metinn. Ég get í miður ekki með þetta frekar en síðast. Og tek 2 hanska og það líka krefst þess að boxhanskarnir verður metnir. Það er ekki vitað hver var sleginn með þessum boxhanska. Ég fullyrði það að það var einhver mjög merkilegur. Ég á rétt á því að tilboð mitt sé metið. Já, ég metaði yrkismetið því miður. Það er eitthvað með kveikjara. Það er bara 2 milljónir fyrst að segja. Það er ekki bara peningar. Ég býð Íslendingasögurnar, bara komplett Íslendingasögurnar og það eru ekki áritaðar, það var bara náðist ekki höfundunar frekar en eigandi þessar íbúðar. Ég legg þetta þá líka og hækka boðum þá tek boxhanskarna tilbaka. Heyrðu á mannsmaður á staðnum sem var frá 90 sem er að meta íbúðin á 25 milljónir. Hver er þetta nafni? Hann er að meta 25 milljónir. Hann er á 25 milljónir er mannsmaðurinn að meta íbúðina. Húsið. Þetta er ekki íbúð, þetta er hús. Ég skora á fulltrúa lífeyrissjóðsins að draga tilboð sitt tilbaka. Krafa lífeyrissjóðsins upp á 33 milljónir. Já, og hann er að bjóða í það 2. 2 milljónir. Hann er að bjóða inn í sinnaðri. Það eru bara 2 milljónir hér í herri boð. Ég sagði 3. Ef að þetta, ef að þetta boð getur ekki staðið við það, þá getur hann ábyrgur fyrir mismunum. 11 milljónir frá almenni lífeyrissjóðurinn. 14. Ég skora á fulltrúa lífeyrissjóðsins að hafa sig að brottu þessum húsum og skamma sig. Lífeyrissjóðarnir voru stofnaðir fyrir fólki í landinu en ekki fjármagnið. Og nú skorum við á þetta fólk sem stendur hér að fara að taka til hjá í lífeyrissjóðunum okkar. Hvað er eiginlega að gerast? Þetta er einn lífeyrissjóður sem er hér. Og þetta á eftir að gerast oftar, krakkar mín, ég skal bara láta ykkur vita það. Þetta er okkar fólk, lífeyrissjóðurinn okkar. Og við erum næst á næstu mánuðum. 40.000 heimili á leiðinni. Þetta er áhæfa. 20 milljónir bánar fyrsta Já, þetta er betra. Hann ætlaði að reyna að nappa þessu á 2 milljónir, skýtnar 2 milljónir, það er bara vekjum athygli á því. Þú muna það var fyrsta bóð, 2 milljónir. Fyrsta bóð á 2 milljónir, hann ætlaði sér að fá það á 2 milljónir. Ég framfór upp ára lokið og ég er búin að tilkynna samþykkisasteina 25. mars. Og hver keypti húsið? Almenni lífeyrissjóðurinn. Almenni lífeyrissjóðurinn á 20 milljónir. Jöfursins ógeð, hann byrjaði á 2. Hvernig datt er í hugtalan 2 milljónir? Vegna þess að lögveðin eru eitthvað innan við 1 milljón á húsinu sem alltaf þarf að greiða og svo bauð ég upp í minn veðri. En ég er ekki hérna inn í viðtölum sko. Nei. Sko lífeyrissjóðurinn, var þetta ekki almenni lífeyrissjóðurinn? Hann býður 2 milljónir og við heyrum það að fasteignamatið þessari eign hérna er 25 milljónir. Það er einhver hérna, það er einhver krafa frá lífeyrissjóðunum upp á 30 eitthvað milljónir. Og hann ætlar að reyna að kaupa eignina, eða
kaupa eignina uppboði fyrir rúma 2. Ég meina, mér finnst þetta ekki eðlilegt, sko. Mér finnst þetta mjög óeðlilegt.